Velkomin aftur í bókaþjóðina. Við höldum áfram með norrlenska bækur og til mín komin Hrund Hlöðversdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert með mjög svona áhugaverða bók, langar mig að segja, sem ætluð úrlingum og svona yngri lesendahópi eftir vill. En eins og við vorum að ræða einna rétt á þann, þá ég alveg þetta í fertugt og ég hafði svakalega gaman að þessu sögu. Já, gaman að heyra. Þannig að þetta ekkert endilega bundið við einhvern sérstakann aldur. Nei, þetta sko, ég hef sjálf svo gaman af ungmennabókum og ég nú verða 50. Þannig að ég var svona, ég var að reyna að skrifa bók sem höfðaði til svolítið breiðs aldurshóps, alveg niður í kannski 10 ára og samt hugsuð fyrir unglinga og svo fullorðið fólk líka. Já, og ég gleymi nú að segja, bókin heitir Ógn. Ráðgátan Dísar Svan, svolítið skemmtilegu titill og afskaplega falleg kápa. Já, takk fyrir. Það mágkona mín sem málaði myndina á kápuna. Hún heitir Íris Auður Jónsdóttir og einmitt Akureyringur. Já. Og hún og börnin hennar 2 teiknuðu svo myndir inn í bókina. Þau eru 13 og 15 ára úlingar. Þannig að það svolítið gaman að hafa fjölskylduna með. Já, því skal ég trúa. Í bókagerðinni, já. Og mér finnst sérstaklega grípur kápan, hún er vel lukkuð. Takk fyrir það. En sagan fjallar hana Svandísi, sem 14 ára og flytur frá Reykjavík og að koma í sveit, þó það sé ekki kannski beint tekið fram hvaða sveit. Nei. Og hittir þar fyrir inn í miklu minni skóla, kynnist krökkum og svo fara svona undarleg hlutir að gerast. Já, og þessi bók sem sagt, hún gerist á Norðurlandi. Og sögusvið þó kom ekki fram í bókinni við Hrundsvatn undir Hrundröngum, Hrundraanga í Öxnadal. Og hugmyndi kviknaði þegar ég var einmitt á gönguferð með nemendum og starfsfólki Hrafnagilsskóla, því ég vinn þar. Já. Og við gengum upp á vatninu og þá blasir við þessi ævintýra heimur. Það svo fallegt þarna, þeir sem hafa komið þangað. Já. Og mjög ævintýralegt og maður getur alveg ímyndað sér að það búi álfar upp í fjöllunum. Og bókin einmitt tenging og óður svona til þjóðsagna arfsins okkar og náttúrunnar og tónlistar. Já. Og ég svona með þessari bók að gera tilraun líka til þess að draga þjóðsögurnar inn í nútímann og kynna þær fyrir næstu kynslóðum. Já, að því að þótt að þú sést að vinna með þennan eldri arf, gamla arf, þá sagan mjög nútímaleg. Já. Hún gerist bara í núinu núna. Og sko Svandís búið til tónlist í tölvunni sinni og talar í símanum við vinkonu sínar og svo framvegis. Já. Þannig að við erum nú bara stödd í miklum nútíma. Já, og það alltaf skemmtilegt. Það svolítið gaman að máta þjóðsögurnar við nútíman. Já. Og þessar bara kynja skepnur og kynja verur sem við eigum. Við eigum náttúrulega ævintýra heim í þjóðsögunum sem að mér finnst allt og lítið hafa verið notaður í ritlist. Já, ég get alveg tekið undir það. Og ég búin að lesa Harry Potter og allar þessar ævintýrabækur og þar eru alls konar skepnur og skrýmsli og við eigum þessi ævintýri líka hjá okkur í þjóðsögunum. Þannig að Og þegar einhver grár köttur fer þarna allt í að gera vart sig mjög snemma í bókinni og maður ekki ennþá viss hvort þetta sé eitthvað meira liggja á bakvið og það skemmtilegt. Lesandi gengur svolítið inn í huga hennar og þó að hún sé 14 ára þá er hún mjög svona aðgengileg persóna, finnst mér. Já. Og gott fyrir lesandan að lifa sig inn í söguna. Já, takk fyrir það. Ég ákvað að skrifa nefnd í fyrstu persónu, þannig að maður einmitt sér allt með augum hennar Svandís. En svo eru 2 litlar aukasögur sem að spinnast inn í þessa aðalsögu sem að gerist bæði fyrr og eftir eða seinna. Og það aðrar persónur í sögunni og það skýrist einmitt þegar líður á bókina. Þá fara allir þræðir að falla saman. Það einmitt svo skemmtilegt. Og það náttúrulega alls konar kynjaskepnur sem koma þarna fyrir og þetta eru lýsingar úr þjóðsögunum. Þannig að það urðakötturinn og það nykurinn og það skeljaskrimslinn. Og þessar lýsingar eru til bara í þjóðsögunum okkar. Þannig að það svo gaman að leika sér með það. Og þetta verður nú ansi ógnvænlegt þegar hápunkturinn að nálgast í enda sögu og tónlistinni mitt kemur þarna inn. Hvað
hvers vegna fer skólastjóri á Hrafnagili að skrifa svona bók? Já, það er búið að blunda með mér bara mjög lengi að skrifa bók og íslenska var alltaf mitt uppáhaldsfag í skóla, bæði í bara grunnskóla og í menntaskólanum á Akureyri og svo tók ég íslensku sem fag í kennaraháskólanum líka og tók svona ritlista áfanga þar sem það var í boði og ég er búin að skrifa nokkra námsbækur og sem eru alveg kenndar í skólum. Svo langaði mér bara, ég var einhvern veginn búin að hugsa það, einhvern tíma myndi ég skrifa bók. Og þetta var bara, það sem kom út úr því. Ég var á þessum tíma þegar ég labbaði þarna upp á Hraunsvatni, þá var ég búin að lesa þjóðsögurnar og var svolítið að velta fyrir mig hvort það væri hægt að nútímavæða þær. Taka þær bara, skrifa þær einhvern veginn upp á nýtt og setja einhvern nútímabúning. En svo fannst mér þetta bara skemmtilegra. Já. Og að því að þetta verður einhvern veginn svo eðlilegt. Já. Að því að það birtast þarna hestar nálægt vatni sem er ekkert kannski óeðlilega sýn, en svo svona, ef til vill eitthvað á bakvið sem að við erum ekki vön. Og það eru nú margar góða persónur í bókinni, amman sérstaklega, hún er nú svolítið dularfull og hefur nú séð tímann á tvenna. Fannst þér nauðsynlegt að hafa einhvern svona eldri og yngri, það að vera að miðla einhverju þekkingu að einhverju leyti? Já, þegar ég var að skrifa bókina, það var náttúrulega svolítið langt ferli með vinnunni, fullri vinnu og allt það. Þá hafði ég einhvern veginn svona ömmur mínar og afa svo mikið í huga og ég tilengaði mitt bókina ömmunum mínum, 2. Og þessi amma varð einhvern veginn, hún varð bara svolítið stór og mikill persónuleiki og ekkert endilega ömmur mínar en samt kannski hluti af þeim þarna og einhverjar fleiri ömmur. Já. Og mér fannst þetta mér finnst bara samvera í fjölskyldu skipta svo miklu máli og einmitt að kynslóðarnir komið saman. Ég var svo heppin að alast upp við það að geta verið hjá ömmum mínum og öfum, mikið. Og þau gáðu mér svo margt og mikið. Og mér finnst það svo mikilvægt bara í þessum hraða dagsins í dag að við stöldrum við og brúum bili og verum saman. Og þannig að þetta er svona í bókinni, þetta er svona óður líka til vináttu, fjölskyldu, náttúrunnar, mikil náttúru lýsingar. Náttúrun náttúrulega er bara hálfgerð aukapersóna eða svona alltumlíkjandi í bókinni. Já, alltumlíkjandi, þannig að Svandís fer þarna náttúrulega, hún seinni hlutin af bókinni gerist inn í Álfheimum og hún fer þarna upp að vatninu og þangað inn. Ég vil ekki segja of mikið, því að mér langar svo til þess að fólk lesa hana. Og það algjörlega gaf sögunni nýja vídd, fannst mér. Gerist náttúrulega jól og áramót, þannig hún passar mjög vel, það passar mjög vel að lesa hana núna jólin. Og svo bara svona þér að segja, þá er komið framhald. Já. Spennandi. Ég er ekkert hætt, Nei, endilega ekki hætt. Þannig að bók númer 2 er nánast tilbúin í handriti og þar koma draugar fyrir, og skottur og mórar. Við ræðum það í næsta viðtali. Já, vonandi. Einhvern tíma síðar, en að þessu sinni, þá er það bókin Ógn, ráðgátan Dísasvan, sem að ég hvet, bara ungmenni Íslands og foreldra þeirra til að lesa og kynna sér. Þakka fyrir að koma í bókaþjóðana. Já, takk kærlega.